Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir snillingar. Annar heitir Steindi Junior, verður velkominn. Já, takk fyrir það, takk. Þú ert væntanlega fyllandi fínn og fróðandi góður, ekki? Já, ég myndi segja að ég væri fyllandi fínn og fróðandi góður í dag. Já, helviti góður. Eitthvað að frétta? Nei, það voða lítið að frétta. Það bara brjálega að gera og menn eru bara að stúsast í hinn og þessu. Já, bara feskir. Góðu fréttnir eru þær að ég var að opna mér eitt bjór. Já, ég reyndi að sé það. Egill, hvernig þú? Ég held ég bara aldrei verið betri að sé. Gott að heyra. Eitthvað að frétta þér sérstætt? Já, ég er komin í páskastuð. Ertu komin í páskastuð? Já, það má ekki gleyma því. Þetta er síðasti þáttur fyrir páska. Já, við ætlum ekki að vera með páskaþátt. Nei, við verðum með það í fyrra bara. Ég er í páskagýr. Þú verður hins vegar með þátt á páska, föstudaginn langaði ekki? Ég er með stuðlaða þátt föstudaginn langaði með 8 og 9, ekki með ykkur félónum. Það er sóló í stúdíónu. Ég bara kemst þið miður ekki í stuðlaða þáttiðin. Nei, þið vantilega verður ekki stiltur inn. Ég væri til í að fá að heyra 2 lög í þessum þætti. Hvað er með það? Ég tek óskalög. Já, ég væri til í að fá að heyra Mortal Kombat tímið. Þetta skrifa þetta hjá mér, ég er með vördskjál síðan að mjakin öllu lögur Mortal Kombat tímið. Já. Bara klassiska Mortal Kombat tímið. Já, það er líka til rosalega Þetta er líka stereotrans útgáfaði. Já, það er til nóaði og ég með eina rosalega góð. Svoleiðis af öllu. Já, ég fekk sent núna daginn frá manni á Twitter. Mortal Kombat tímið sem var alveg útústerað. Ég er að spá ég að spila það fyrir þig. Já, og svo eitt annað, ég væri til að mynda opna þáttinn á Terminator 2 tíminu. Má ég finna trans útgáfa á Terminator 2 tíminu? Já, sjálfsögðu, það væri bara betra. Við skulum hægt að ræða hann og stuðlaða þátt sem er á föstudaginn langa og ræða þáttinn sem er hér í dag. Við erum með þéttan og góðan þátt í dag handa hlustendum maður. Já. Það er veisla framundan, það er ekkert flóknari það. Pétur Jóhann hitt okkur fyrir í dag og tók upp 2 stórkostleg símtal með okkur. Annars vegar er það Graðimaðurinn sem hringir í sveit, æðislega símtal og já, það var bara kona það sem spurði hvort hann þurfti að leita sér hjálpar. Og svo erum við líka með, já, svona vonda atið sem að var dagskrárliðið hjá okkur alltaf á miðvikudögum þegar Pétur var. Já. En þetta vonda atið í dag er ekki vond á neinn hátt. Mér fannst það æðislegt, hann var að hringja í ljósmyndastofu. Já. Og biðja ljósmyndarann að koma og taka upp því hann var með fermingu í fyrramáli, var að ferma. Já, já. Og ljósmyndirinn var til í það, en þá var Pétur Jóhann ekki að tala að ferma krakka sinna, heldur var hann að fara að ferma og afferma bílinn sinn. Það biðja hann að koma á, þetta er æðislega símtal. Hvetja ykkur til að tjekka á því spurningakefni. Gilstarans er á sínum stað, sé ég, og búin að skrifa það inn á. Klart. Svo er dagskrárliðið sem hefur verið í góðri pásu og er FM95 Blöð gott talent. Já, það er svona nýjasti kynnirinn kemur hérna eftir í smá spjall, hann Gauti, og hann ætlar að vera dómari en vill líka leyfa áhorfendum að velja. Já, þetta er svolítið svona í tilefni þess að talentið, það eru live-þættir eru byrjar. Já. Og mér líst nefnilega vel á það, því að senast þau gerum þetta, þá var allt of mikið vald á dómaranum. Já. Hann hafði allt of mikið vald, hann hafði Þannig að það eru hlustendur svo vel í dag. Mér finnst alltaf að Gauti verið hreinskilin og segja, mér finnst nú líklega að þessi vinni eða hinn. Þú veist, ég eða Egill, við erum að fara að keppa eða ekki. Já. En mér finnst að hlustendur að hringi inn. Allar að taka hlustendur inn og... Já, það verður fyrstur upp í 3 atkvæði, hann vinnur. Bara 3? Já. Það sem hræðir mig svolítið í þessu, ég er ekki búin að ákveða atriðið mitt. Þú er ekki mikil tími í það, sko? Nei, hvað erum við að tala um? Akkur tekur ekki bara dúurnar og geimurnar og það kæftaði? Nei, guðana bænum. Hvað meinur, leikritir, Hrannar og Hústrekarinn? Það getur nú bara verið mjög góðu punktur að taka það. Ég held að hlustendu var alveg til að heyra meira um það. Nei, var það leikrit ekki döitt? Svo er með Brask og Brall þar á sínum stað líka. Virkilega hressandi dagskrárliður. Og svo held ég verð nú að hringja aftur í pappa einstendi. Nei, við skulum ekki gera það. Ég þarf að heyra í honum, hann er blowing up. Hann er ekki blowing up. Jú, það var greinum hann á Vísi og hann náttúrulega kallinn að slá í gegn. Nei, og líka eitt sér að koma. Guðmundur Þórarinsson, bróðir Ingo Veðguð, er mjög hæfilegur söngvari og hann ætla að frumflytja nýja lagið hans inn á eftir líka. Hann er bara með allan bakkan, hann er ekki líka hrigalega góður í fótbolta. Fárlega góður í fótbolta og líka góður söngvari, þannig að það er alltaf gerist þetta. Herra Selfoss. Það er alveg bræður hann, báði tónlistamenn og fótbolta. Ingo semur lagið með honum. Hvernig er staðan á The Weatherman? Er hann ennþá í fótbolta eða? Nei, eru þeir ekkert að taka dúat saman fyrir þeir? Eru þeir ekkert að bara leikva? Hann er erlendis bróðarnar hann er atvinnumennsku það er góð hann er professional Ingo er jafn góður hann bara einbættir sér tónlistinni það er meira kassi eða Ingo raka það mikið það er engin tónlistamæður í Íslandi sem raka meir en Ingo já, ok, gott að heyra og ég lóka Ingo til hamingi með það ef hann er að hlusta hér eftir smá stund förum við líka í hvort mynduru frekar en byrjum þetta á hljómsveitinni Coldplay og ég held að Rihanna sé með hann í þessu lagi þetta er alltaf virkilega flott lag nei, Beyoncé með hann í þessu fyrir ekki Vinnir og lífsförunautar þeirra hlust á FM95 Blöð hér á FM957 það er Steindi Junior Egill Gils Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudegi
10 mínútur yfir 4 sem þýðir einfallega það, Öddi að við séum að fara í Við erum að fara í slúður Það er slúðrið En já, það var eitt skemmtilegt sem ég var að sjá hérna á netinu áður fyrir mig slúðrið að þú mátt ekki skýra krakka en IKEA í Svíþjóð Já, ok Það er svona ekki Hvað, hvernig má ekki skýra barnið eftir, búðinni? Ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað Máttu einhver staðar í heiminum skýra barnið þitt IKEA? Ég meina, það má skýra barnið Billy eftir Billy-heilunum sem þið selja en ef þú byrði IKEA þá máttu ekki skýra krakka en IKEA Þetta er ekki stöldu staðarind það var nokkuð umbröðar Ef þetta er stöldu staðarind Þetta er bara Þá ég rætt fótið minn niður Þetta er bara eitthvað sem ég Varst að lauma því inn og ég bara fatta Varst ekki að kveikja þetta? Hann var að lauma Ykkur fannst þetta áhugaverð Jú, þeir voru bara, ha, má það ekki Ég skildi ekki það hverju Það var auðvitað við sig, 2 sekundur Nú förum við í slúður í FM 95 blöð og ég ætla að byrja að slúður Lofaði mér að sé eitthvað með Patrik Schwarzenegger í dag Já, það er mjög líklegt þar sem þessi maður er ekki að gera neitt annað en að vera sonur Arnold Schwarzenegger Ég ætla að byrja þetta á mínum uppáhaldssöngvara fyrir og síðan, hann og náttúrulega ég var Michael Jackson maður en Kurt Cobain, haglabinsan sem hann Áttu einhver söngvara sem á lífið eða? Hvað segirðu? Þegiðu maður haglabinsan sem hann notaði við að fyrirfann sig þegar hann skaut sig hún er núna til sýnis hjá lögreglunni í Seattle og það er verið að reyna að fá að setja hann á safn veit ekki með það en núna getur fólk farið og fengið að skoða haglabissuna sem að Kurt Cobain notaði í þessu skelfilega skelfilega sjálfsmáli Hvað þunglindis slúður er þetta? Hvort með eitthvað með Kardashian og Miley og eitthvað svona sem lífgar upp á daginn En sjáu þess að ef ég snýði þetta skjánum það er eitthvað, sér þegar maður sér byssuna það er eitthvað óhugnandi við að sjá ok, þetta er bara byssan sem maður notaði til að blóðslettur á henni og allt Það er líka að þú var hetja þín Það er líka að þú var hetja þín Hetja mér, bara dýrka þess að hljómsveit á sín tíma Svo er það, ég skal koma með smá Kardashian slúður fyrir þig en Kim Kardashian, hún er komin á Snapchat eins og flesti vita og ég kom inn á hérna í síðasta þætti en það er eitt snapp sem við vakið mikla athygli frá henni þar sem að hún var að taka Snapchat af Kourtney Kardashian og Scott sem er einmitt uppáldans pappa Herðu, ég getur þetta að ræða þetta pappa Nei, ekki gera það og það er þannig að þau voru að taka svona mynda sem þau voru að swappa face-onum eða svona andlitunum sem er vist mjög skrítið því að þau heldur utan að hvort annað voru hlæjandi en þau eru ekki saman í dag þannig að nú eru sumir aðdáendur þáttanna að byrja að hugsa hvort að þetta sé nú bara gert fyrir þættina að þau sé ekki samanfattari og allt þetta drama í kringu það maður veit það ekki Hvað er að okkur? En eru þið ennþá að nota þann filter að svappa andlitum eða er hann búinn? Þessi Snapchat filter verða það ekki svolítið fljótt Hefur face-swappað við pullu? Ég hef reyndar ekki gert það Það væri veistla það getur verið Getur þetta hendið það í kvöld? Ég skal lofa ykkur því Ég skal henda face-swapið að mér og pullu inn á FNI fyrir blöðsnappi Kemur það inn í kvöld En, hvað haldið ég þarf eiginlega ekkert að spyrja ykkur út þetta Ég ætla að tala með pappaðan þetta Verður hann aftur línur að tala um Kardashian lífið? Já, verður ekki að hringi Mér finnst það alveg glata og sért alltaf að hringi pappa minn Mér finnst það bara ekki lægi Hvað er þetta abbar? Nei, mér finnst það bara asnalegt Þarf þú að vera eini frægi í fjölskyldunni? Nei, mér finnst bara steikt á að vera að hringi hann Okkur má hann ekki fá tækifæri til að shine eins og þú Nákvæmlega Nei, svo Steindi sendi mér áðan eitthvað hérna á Facebookinu einhver að hringi pappa ég er bara pottið, mér finnst það snillingur og svo er það T.I. rapparinn hann er núna búinn að banna þeim sem ætla að kjósa Donald Trump að spila tónlistina sína hann er harðorður og segir I don't want your money if you support Donald Trump Þannig að ef það er einhverju TI aðdáendur þarna úti náttúrulega það er enginn hér á Íslandi sem að kjósa Trump hvort þið er Nei, það eru fullt af Trump aðdáendum hérna á Íslandi Er hann ekki hrifinn af Trump? Þetta er fullt af hálfleitum sko Já, en það er hérna ætla að verða eitthvað svona í forsetakosningunum hjá okkur bara sá sem að les bækurnar Þorgríms Drafnsson ekki vera að hlusta á FNÍ fyrir blöðu ætla ekki að kjósa Ástþór Magnússon eina vandamál það er yfirlýsing núna ef þú ætlar ekki að kjósa Ástþór Magnússon skiptum stöðu núna þetta er orðið ykkur 40 framboðin í Íslandi það er þetta að fylgjast með þessu núna 40 framboð, það er bara annarkveð maður það er bara einhver húsverður og framnesveginum bara bjóða sig fram þú þarft ekki að vita neitt annað Ástþór að bjóða sig fram, við kjósum hann hvernig ætlar þú að kjósa? Ástþór Magnússon að því, tók ná ekki nei, reyndar þekki hann ekki neitt en hann er búinn að vera hérna ég meina hann er búinn að reyna þetta 4-5 sinnum hann er ekki komið tími síni dedication hjá hann má gefa hann er að fighter hann er ágætt að fá hann á móti Trump líka ef Trump er að fara að vinna þetta úti við tókum hérna upp innslagi auðvitað og sveppa þegar við fórum með metalíu til hans eins og ný
var lenti skrítnastur í eitthvað könnun hjá okkur á Vísi, skrítnast Íslendingur eða eitthvað þannig. Já, hann ekki fallið að gesta þér. Nei, það voru Íslendingar sem kusu. Ég man ekki hvað hann vann eitthvað þannig. Við fórum alltaf heim til hans og hittum hann. Það var rosalega skrítið væp heima hjá hann. Skrítið stemning? Já, erfitt með lýsinni. Það var bara svona eitthvað. Skrítin slags góð stemning. Já, skrítið þarf ekkert að vera vant. Hvernig við labbaðir inn til Ástórs og... Flott hús. Ok, já, hann drullar peningum. Já, á hverju er hann svona ríkur? Út af hann drullar cash. Já, og hvernig? Ég veit ekki. Hvernig var það svona efnar? Við viljum líka hafa fórseta. Eina sér veit að hann á milljarða. Hvernig þú fórseta, Egill? Ástór. Ég ætla að málega, það dælast það margir inn. Ég ætla einhvern veginn að lega fleirum að dælast inn. Ég er að býða þetta svona bara henni lagermann, alveg lagergóm. Að við varum alveg hreinskilin. Lagergóm og IKEA rúmfattalagar sem einhver vinnar sem peppaði hann í þetta. Ég er búin að vera að pæla svolítið í þessu. Það er enginn af það sem ég væri eitthvað impressed að sjá. Ég tók ég þráast má segja að það ætla að fara í þetta. Nei, að það væri einhver sem myndir núna að segja hver getur mögulega að stíða fram núna? Eigi ekki sleggjarnar eftir að koma inn. Já, en hvað sleggja? Hver gæti á Íslandi stíða þetta fram og þú verður alltaf já, ég ætla að kjósa þennan? Ég veit ekki. Það er ekki hann. Jú, hann getur dótt inn. Hér eftir smástund er, FM95 blöð gott talent. Er þið tilbúinir það, drengir? Þetta ekki. Gauti, MC Gauti, rétt og mættur. Ég ætla að taka þetta í kvöld. Hvað ætli fari mér best? Chaplin eða Zorro? Veldu þér lykilviku í mars á ob.is. 5 krónur á lítranum til Mottumars og 13 krónar afsláttur til þín í heila viku. OB og Mottumars. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Býtu, varst að fylla á tankinn hjá Orkunni? Þú gætir fengið eldsneytið endurgreitt. Við draugum daglega fram með páska. Takk fyrir tankinn. Takk. Orkan. Þú færð engan bikar, bara peninga! Fullt af peningum þegar þú verður Evrópumeistari í heppni. Potturinn stefnir í 8,5 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Mr. Fargo. Þú þarft ekkert að skammast þín, en kipptu málun í lag með skjá einum hjá símanum. Þar bíða báðar seríurnar af Fargo í heild sinni og margar þáttaraðir í viðbót. Fáðu þér heimilisbakkan núna á símin.is eða í síma 800 7000. Þú getur meira með símanum. Og sjá, hann reis upp á 3. degi. Því þá fyrst þurfti hann að standa upp og sækja hleðslutæki. Því hann fekk fermingargjöfina úr Makklandi. Og hún virkar svo vel. Nú má engin stig missa í titilbaráttunni. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Ertu búinn að dressa þig upp fyrir helgina? Kíktu við hjá okkur. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Á Stöð 2 Marathon getur þú hort á heilu þáttaræðurnar þátt eftir þátt og nú hafa fórstræðar bæst í hópinn. Þú ert reykinn. Mútsi. Það ekkert í boltanum, strákar? Lata. Sjá hár sem vex út úr vörn. Velkomin í rockhornið. Rúski karamba! Láttu þau líða vel í sofanum og horfa á Stöð 2 Marathon þegar þér hentar. Stöð 2 Marathon fylgir völdum áskriftarpökkum 365. Tryggðu áskriftu núna á 365.is eða í síma 1817. FM95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. FM95 blöð. En við erum komin með góðan gest hingað í settið. Það er engin annar en kynnerinn í Ísland gott talent. MC Gauti, verður velkomin. Já, ég er komin til þess að plugga inn að Tekin 3-seríun. Svo byrjar þið suma. Gott að sjá þig, Gutti. Hvernig ertu? Gott að sjá okkur líka. Það ekki? Indislegt. Já. Það fíla hvað er kósi, allir á sokkunum og... Já. Rikki G hendi teppi upp hérna og eftir hann hendi teppi þá er miklu meira kósi í stúdíu. Ég er oft bera ofan hérna, sko. Já, næst. Þetta er þægilegt, sko. Það var miklu ógeðslega. Næs fyrir þig. Já, næs fyrir mig, engan annan. Og það eru live-útsendingar á fullu í talentinu. Jú. Hvernig er þetta fílaði í live-inu? Það er fyrsti þátturum var svona ákveð stress. Þetta er kick. Já, það er algjört ég vissi ekkert hvað ég var að ganga inn í. Hinni þættinu voru þannig sér easy en það er nýtt verkefni eins og þekkir sjálfur að fara í fyrsta sinni live útsendingu svona sem fólk eru öskri í eyrað þess. Já, þú ert með fullt af röddum, það vita það ekki allir, en hann er með fullt af röddum í eyranu Ef ég var í live útsendingu, ég myndi segja, herru, ég ætla ekki að vera með hann á gorm. Ég nenni ekki að vera í eyranu. Síðan maður að fá, sko, á meðan ég er bara, já,
Við erum velkomin í fyrsta undan. Ef þú eitthvað bara Gauti, þú var að kikki vel 3. Það var bara Pann, klamra 3, ekki þetta Jóhann. Já, en ég minna, ok, geta þær ekki verið á sér rás? Akkur þurfa þær að láta Gauta heyra allt þetta rugl? Jói, pannaðu! Gauta reyna að tala. En talandi Ísland Got Talent, þá ætlum við að nýta það að Gauti sé hérna hjá okkur og fara í dagsfjörlega sem hefur ekki verið í marga mánuði og heitir FM 95 Blöð Got Talent. Hann hér Gauti sem sjálfur ráðgjafi og kynnir. Af hverju ert þú ekki að keppa? Af hverju þarf ég og Egill alltaf að keppa? Af því þetta svolítið ykkar. Það er líka að fara úr, af því það oft sem að ég að kynna og ég náttúrulega í hlutverkinu, að banna að dæma. Já. En oft langar mér að dæma, þannig ég mjög glaður að fá að dæma hérna í dag. Já, en þú veist að þú hefur samt ekki, þú mátt alveg segja, ok, mér líst betur á þetta aldrei en hitt, en þú hefur ekki final kallið, við ætlum að opna fyrir síman. Já, en ég má samt segja bara hvort þetta sé Já, þú hefur áhrif Mér alveg saman að hver vinni. Þú hefur áhrif á símakostninguna. Þannig að svo það 511-0957 fyrir, fyrstu hlustendur. Ég náttúrulega hef verið að vinna mikið með, svona, ég ætla að láta Gauta að vita því, ég hef verið að vinna mjög mikið með, dýrin. Ég hef verið að vinna mikið með hrannar og húsdýragarðinn og ég ætla að gefa því pásu í dag. Heyrður það ekkert um einhvern? Nei, þú, hvað varst að vinna með? Ég var að vinna svolítið með sko útvarsleikið. Ég var að vinna með hrannar og dýrin og það var hestur og ugla og svín og fleira. Það var bara hræðilegt. Það voru geimverur sem kom þarna og þetta voru mjög flott leikrit og mikill metnaður í þeim og það skilaði oft sér í mér þessu. En þú ert á undan í dag? Nei, ég hef aldrei Ég hef aldrei verið á undan maður. Hvað það? Hver á undan? Já, hvort viltu að Egill byrja eða Steindi? Ég Steindi? smá til ég að spara Steinda. Ok, getur kastað upp á. Ætlar Egill að byrja? Egill, þú ert með skipulaður. Já, hann tilbúinn að keppa. Já, ég er bara... Hvað ætlað þú að gera í FM 95 Blöð Got Talent? Sko, það er bara 2 headphone-ina og sko, dómar þarf mitt. Þú verður að lifað inn í atriðið mitt. Þá þarf þú að stela bara headphone að Steinda með. Þá lána það á Steinþóri. Ekkert mál. Þannig að Steinþór mun kannski ekki upplifa atriðið eins og á að vera því þú ert ekki með headphone en það var að hafa það. Ég næði allavega. Þú nærið, það er mikilvægt að MC ná. En þú ert með soundtrack undir, sem sagt. Það sjálfsögðu. Ég er búin að vera að gera undirbúið mig fyrir þennan þátt og þennan lið í núna 2 vikur. Já. Við erum allir undirbúinir, nema þú. Ég er undirbúin. Svo var eftir tíma. Hvað ætlar að gera, Egill? Hörru, ég bara það er smá stress í mér. Já. Þannig að þetta væntum að kannski kennininn skást í dómar en þú með eitthvað svona trikk til þess að ná stressu númer rétt á henni fyrir á svið eða? Já, bara hugsa hvað ógeðslega margir að hlusta og dæma. Frábært, takk. Þetta var ógeðslega óhægt. Ég var á nálum eftir að heyrta þetta. Sko, já, atriðið mitt ég ætla að vera með hvetjandi Silvestre Stallone ræðu fyrir alla þarna úti sem eru búin að fara mótlæti í lífinu undanfarið og eru við það að bugast og eru við það að kasta inn handklæðinu og segja að þetta er komið gott, ég er búin að fá ógeð og þetta er fyrir það fólk sem þarf smá. Þú ert með ræðu í FM 95 Blöð Got Talent. Silvestre Stallone ræðu. Ok. Ertu tilbúin? Það er eitthvað nýtt eða ekki. Það er ennum ræða, það er flott það er frumlegt. Keppnisskapið byrjaði Steinda. Ert þú tilbúin, Egill? Ég er tilbúin. Byrjar atriðið Gauti, dómari, þú er tilbúin? Tilbúin. Ok, þá byrjuðum líka hlustendur að hlusta því að þið dæmið þeim. Mátt hækka þetta aðeins auðvun. Til í botnið hérna. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. And I don't care how tough you are, it'll beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much it can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know with all your mirth, go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. And not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that.
og þetta atrið. Ok. Herðu, hvar var Sylvester Stallone eftirherman þetta? Ég er svona smá saman að muna af hverju við hættum í FM 95 Blöð og Talent er að þessu, ég skil þetta ekki. Alveg rétt. Ég kom það svona með að dæma þetta núna. Já, nú ættu að segja hvað ég fannst þetta atrið. Hvernig var hreinskilin, Gauti? Það var svona, já, og nú ætla ég að segja bara nákvæmlega sem ég var að hugsa. Og horfðu þið á fyrsta þáttinu af Ísland gott talent þegar Sölvi Fannar tók þátt. Fílíku kongur, ég sá það. Sölvi Fannars maður. Hann byrjaði leikrið á því að vera slegin af konu. Já, hann var með ljóðalestur. Já. Og var búinn að lesa en ljóð á playback og var síðan að dansa við. Já. Frá besta atrið séð. Og var slegin af konu, sko, af því að hann var of sexy og eitthvað. Já. Og þetta var nú bara ágætt. Þetta var að gefa mínusteg fyrir það að þetta var á ensku. Já, ég sammála því. Sammála Gauti. Hvað þýðir þetta? Slæjarinn kann ekki íslensku. Nei, sko þetta var ekki slæjarinn. Það var bara ekki slæjarinn. Þú ert að taka meira, þú veist, þú ert að vera lamaður öðrum eigin og henda þessi yfir á íslensku. Það er kannski átt séns. Ég meina, já. Það er þetta að fara til tannlæknis og láta deyfa. Eina markmiðið var að hvetja allan úti sem eru búin að vera eiga erfitt líf undanfarið og það var eina markmiðið mitt og það var að gera góður. Ég þarf aðeins að fara að halda utan þetta Gauti. Ég þarf bara að fá svar frá þér, Gauti. Fannst þér þetta gott eða slæmt? Mér fannst þetta hittir í fimmuna. Þetta er meðalæg. Fimma? Já, mér finnst það mjög flott. Það er bara ekki. Þannig að þú erum að tala syngja í íslensku, það ekki, Steinþór? Það er búin að setja út af það og setja á ennsku. Hvað ætlað þú að gera, Steindi? Ég ætla að vera með. Ég er alltaf búin að vera með leikrit. Ég sé á andlitinu. Ég ætla ekki að vera það. Ég ætla að henda í eftirhermur í dag. Já, ok. Það hendi í eftirhermu? Ætla að henda í eftirhermu. Ætla þú að vera með eftirhermu núna? Ætla þú að vera með eftirhermu núna? Ói, ert að fara í þetta? Nei, Steindi! Ói, ert að fara í þetta? Ói, Steindi! Nei, ekki lægi! Ég er að tjóka! Nei, ég er að grínast. Ég hélt bara að ná botninu! Sjálfkrafa, ég bara unnið þessi gerð. Já, þetta var, ég er að tjóka. Ég var að grínast. Þakkar, þetta var grín. Ég beð hlustendur afsökunar. Ok, hvað ætlar að gera? Bara smá sprell í mér til að losa kvíðan. Sko að syngja á íslensku út af Nei, Það hefur verið ógeðslega erfitt að alaði upp maður. Já, ég veit að ég var ömurlegur krakki. Sko, Egill, þetta er á ensku líka. Heyrðu, ég var dómar að sagði rétt á hann. Ég veit það, en ég er ekki með texta og dialoga. Ég er með lag. Ok, ætlar að syngja? Ég ætla að syngja, og ég ætla ekki bara að syngja. Ég ætla að syngja erfiðasta lag sem hægt er að syngja. Ok, en ert þú með eitthvað svona, ert að gera eitthvað góðverk í leiðinu og síðan? Ert að hvetja eitthvað úti? Já, þetta er bara fyrir alla þá sem er að reyna að komast áfram í tónlistin er ekki alveg nógu góðir. Ok, hvaða lag ætlar að syngja? Ég ætla að syngja Whitney Houston, I Will Always Love You, a cappella. Já, ok, engin söngur undir? Engin söngur. Fokk, undirspil í talentinu. Þá skulum við bara fá þögn hér í stúdíu. Og ég ætla að biðja núna hlustundur áður og dómnefnd, aðalega Gauta, að vera með lokaðun og komast inn í þetta. Ég ætla að vanda mig eins og ég get. Ok. Er ekkert undirspil? Ekkert undirspil. Ekki neitt. Þjálfarættina. Ok, eru við klár? Ætlar að taka þetta upp? Já. Ok. Nú byrja ég. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. Oi, áfram. And oi, hvað býttu? Ég ætla að fá, hvað býttu? Hvað með Alma? And I will always love you. And I will always love you. Það er komið X. Ég lækka niður.
X-ið sem þú fækst X. Sko ég ekki að vera leiður og ég Ok, ég veit ekki, það kom ein fölsk nota. Það kom ein fölsk nota þetta fyrir slisti. Það var því ég var að veipa. Ég heldur þurfum ekki að fá hlustendur inn eins. Jú, auðvitað. Við erum að heyra hvað ég fann. Herðu, mér fannst þetta mjög gott. Þetta var kjarkamúf. Ég fór einn í þetta með ekkert undirstig. Þetta var ekkert ræðilegt. Þetta var ein fölsk nota og ég beði afsökunar á því. Hversu lélegur söngur ertu eiginlega? Hvað er að þér? Þetta var bara hefur vel gert. Gauð, er það ekki? Þetta, 5. Sorry. Ég horfði á svipin og... Ég er að fara að koma með einhvern. Ég horfði á svipin og Gauð að það var að syngja það. Ég er að fara að koma með einhvern. Þú færð svona stjörnulímiða. Nei, fæ ég stjörnulímiða? Við skulum tekka hvað þú stendur segja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hver fann þitt atkvæði? Ég ætla til einhvern veginn mínu manni Kempe Jones þetta atkvæði. Já. Og því að láta Steinda fá. Yes! Þetta var fór Kempe Jones í. Já, ok, við skulum sjá hvað aðri hlustendur segja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag? Sko, Öddi fær, Gils fær allavega pottitt ekki mitt atkvæði. Já, þetta er ég mjög ánægð með þetta. Já, meina Steinda. Þetta er bara, ég tók á þetta. Þeir hafa misbúið eiranum á með þessar ræði, alveg bara magnar. Þannig að Steindi fær þitt. Já. Það eru Steindi komin í 2-0, takk fyrir að ringja. FM. Við erum að tala, menn eru hérna... Halló. Halló. Hver fær þitt atkvæði? Ég held að Gauti verður að fá mitt atkvæði. Ég held að mjög... Gauti komið að blóðsum við miklu fríði. Takk fyrir það, vinnur, og takk fyrir að ringja. Við skulum sjá hér síðasta. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er Steindi. Steindi, hann vann þetta. Þetta er ekki lægt. Takk fyrir að ringja. Vistu það, þetta var nefnilega ekki alls slæmt. Ég lofaði hér með, við förum aldrei aftur í Ég ætla að fá að taka bara eina línu úr þessu. Nei, nú ætla að fá að heyra alveg talent hérna. Skulum fá að heyra strákarnir. Bara ég og strákarnir, ég ríf af þakið. Bara ég og strákarnir. Bara ég og strákarnir syngur MC Gauti hér. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö, gott talent búið sem betur fer, segi ég nú bara. Djúvillir Ján, það var negla þetta svona. Bara afsaka fyrir mig að ég hafi einhvern veginn komið að þessu verkefni. Það er ekkert að skammast yfir þetta, við vorum mjög góðir. Ég hef afsakað 2 verkefni sem ég hef tekið þátt í. Já. Það er Reykjavíkur nætur lagið sem ég tók í þátt í hérna fyrir FM. Já, og svo þessi keppni hérna fyrir FM. Já. Ég ætla þá að spyrja þig hér áður að sleppa þig, Gauti. Hvað er framöndinni á mínu manni? Ég er að vinna í plötu núna. Ok. Hérna, sem á vera komin út í júni vonandi. Ja, vonandi, og maður er komin út í júni. Já. Mæ, júni, en síðan er ég bara að klára þetta talentævintýrið. Já. Og síðan erum við, sko, mér langar bara að segja ykkur frá því hérna AK Extreme, sem er sem sagt 7. til 10. apríl, sem er svona snjóbrettahátíð sem við erum búin að halda núna, ég held sko síðan 2002 fyrst. Já. Það kom eitthvað smá pása hana inn á milli. Já, þetta er að stækka, mjög rætt. Já, ég meina við byrjum hérna, fyrir 5 árum vorum við þetta á græna hattinum og þá voru bara eitthvað svona 5 snjóbrettakörur að mæta. Það bættist aðeins við það, við sprengdum græna hattin á okkur og erum núna komnir á Sjallan. Já. Hérna, og þetta er ekki bara tónleikar, þetta er þetta Big Jump keppni, hérna, snjóbrettakeppni, Gilinu og Akureyri. Já. Það er líka bara svo gaman að fara norðum, maður. Já, þetta er eiginlega brilljant, hérna. Þetta er bara basically fullt af fólki og svona líf í bænum þessa helgi og nóg að gerast og er það ekki svolítið þannig, hitt og þetta? Jú, þetta er fyrir alla, ég meina, þú getur fyrir mætt hana þó svo sett ekki snjóbretti, en það er geðveitt ef þú rennir þér að taka þátt í þessu. Já. Geðveitt sjó, og síðan Eru þið með eitthvað, byrju, eitt annað, eru þið með eitthvað í keppninni, snjóbrettakeppni, eru þið með eitthvað fyrir þá sem eru ekki á snjóbretti? Geti ég farið og keppt? Já, það er til dæmis, við erum með skíðagöru líka. Já. Og snjósleða menn, en það er, sko, allir sem taka þátt í Big Jumpinu eru valdirinn, og þetta er ekkit, veipum ekkit hverju sem er á. Ég vil til þess að Steinþór fara í Big Jumpið. Já, ég myndi nú alveg, ég geti treyst mér fyrir, ég myndi treysta mér í það. Eitthvað þannig?
Þetta hvað, 7. til 7. til 10. apríl og og mér langar bara að lesa bara brota af line-upunni. Það sko Úlfur, Gísli Pálmi, Kakkar og P, Agent Fresco, ég sjálfur, Sturla Atlas, GKR, DJ Flugul og Gameskip. Og þetta er bara brota af line-upunni sem er komið af blað. Brilliant, við hvetjum alla til að kíkja á talentið á sunnudaginn og kíkja á Akureyri 7. apríl. Tix.is og ná einhverju með það. Tix.is, Gauti, alltaf gamla sag. Bang & Olufsen heyrnartólin eru alvöru, þvílíkt sound. Bang & Olufsen heyrnartólin koma þér í endalaust stuð. Fermingargjöf í algjörum sérflokki. Þú ert á toppnum með Bang & Olufsen frá Ormsson. Pizzabátur er bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Beauty Bar var að opna glæsilega verslun á bíógangi Kringlunar. Í tilefni af því verður 15% afsláttur til sunnudags. Beauty Bar Kringlunni og beautybar.is. Samfum kynir Gods of Egypt. Egypt must never be destroyed by chaos. Stórfengla mynd með Gerard Butler, Jeffrey Rush og Nikolai Coster-Waldau úr Game of Thrones í aðalhlutverkum. Ein allra flottasta ævintýramynd ársins, Gods of Egypt. Komin í Sambíó. Það er risapottur upp á 160 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 til tippum. Heiðursborgari vikunar er nýji heiðursborgari Hemma Gunn. Hemmin er borin fram í bríósbrauði með unaðslegri beikonsultu, chili majói og frönskum. Ekkert stress. Íslenska hamborgarafabrikan. Verum bara hress. Nú hefur Hebron fengið yfirhalningu. Nýtt nafn, sömu fötin. Sindri vinnufött, númer 1 á Smiðjuveginum. Engin transvita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Beauty Bar, allt fyrir útlitið. Beauty Bar Kringlunni og beautybar.is. Sér smíðað kólagrill sem gefur alvöru kólabragð. Dirty Burger and Ribs. 5 í flötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. 95 Blö á FM 957 og núna í stúdíónu sitja aðeins Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Blessa. Pétur Jóhann er orðinn svo mikið stjarna, hann vill ekki hafa neitt annan í stúdíónu þegar hann kemur í heimsókn. Nei. Það er ekki rétt. Jú, ég læt yfirleitt ekki bara tæma stúdíó, ég læt tæma búðir og ég læt tæma bensínstöðar og sundlaugar og ýmislegt. Og sem er bara eðlilegt. Ég meina, ertu ekki með sýningu í kvöld? Ef við sýningu í kvöld, ég læt tæma það. Nei. Viltu gera með fullansal þar? Já. Pétur Jóhann, óheflaður. Óheflaður í Tjarnarbíó. Já. Þú ætlar að koma? Ég ætla að koma í kvöld. Já, ég hlakka mikið til. Já, var að vera góð við mig. Já, ég verð góð við þig. Ég lofa því. Ok. Það er klukkan 10, þetta. Það er klukkan 10 í kvöld. Já. Tjarnarbíó, ég mæti. Ég er svona litli strákar eins og þú ekki að vera farnir að sofa það. Við ætlum að fara í gamlan dagskrárlið. Pétur Jóhann kom til mín í mötuneytið 365 í gær og sagði, herðu, er ekki komið tíma á vondaðið? Og aldrei mun ég neita þér símtal. Þú segist þér einhverja hugmynd sem að mér fannst nú nokkuð skemmtileg. Hver er hugmyndin í dag? Ég er með merkja hugmynd. Ég ætla að hringja ljósmyndara og þetta fara á interneti og finna símanúmer helst hjá einhverjum rótgrónum ljósmyndara sem er búin að vera mjög lengi í bransanum. Ég er búin að finna eitthvað. Þú ert búin að finna? Já. Hringi hann og ég ætla að panta hann í fermingamyndatöku. Já. En ég er ekki að fara að ferma barn, ég er að fara að ferma bíl. Það er að segja sko ferma bíl. Bara sem að fermir og affermir bíla. Fermir og affermir bíla. Nákvæmlega. Þetta er orðagrín í toppklassa. Pétur Jóhann er að fara að ferma bíl. Ég ætla að hringja hérna í ljósmyndara. Gunnar. Já, góðan daginn Gunnar. Ég vona að sé í lagi að ég hringdi í gemsan. Ég reyndi að hringja á stofuna, það svaraði enginn. Já. Mér vantaði nefnilega ljósmyndara í fermingu. Og það er í fyrramálið. En þetta ætti ekki að taka langan tíma sko. Þetta er bara inn í Holtsbúð í Garðabæ svona 10 leitið, fyrramálið 10, já, og ætti að vera búið 11. Heldur að það sé eitthvað möguleiki? Veitu, hvernig myndtaka er þetta, segirðu? Þetta er bara ferming sko, við erum
Við erum við erum svona, já, ætli við séum ekki 4 til 6 eitthvað svoleiðis, við erum enga stund að þessu og hérna, þú veist, ætti að taka mjög snögga stund, sko, þetta eru svona frekar léttir hlutir sem við erum að henda á. Sem að er þetta mynda hverju? Já, eins og ég segi, þetta er bara ég og bróðir minn og frændi og við erum að tæma þessa holdsbúð 80. Þú veist hver þetta það ekki? Hæ? Þú veist hver þetta það ekki? Hvað, holdsbúðin? Nei, þú veist hver, þú kannast við mig, það ekki? Aron, þú tókst myndir fyrir mig í brúðkaupinu. Já, ég skiptir ekki máli, þetta allavega holdsbúðin, það sem á brúðkaupi var og við erum að tæma það. Nei, og við erum að ferma sendibíl. Ég vilja eiga myndir af því. Tekur ekki fermingamyndir? Jó. Já, og ég að fara að ferma sendibíl. Þetta fara að ferma sendibíl? Já, við erum að fara að setja búslóð inn í bílinn. Ég vil eiga myndir af því, bara þegar Árni bróður og Sigti frændi þegar, þú veist, hann hvílíkur kökull hann Árni, ég vil bara sjá þegar hann að halda á skápunum og svona, gaman að eiga þetta? Já. Heldur þú en ég hef aldrei mynda fyrir þig áður. Jú, bara, ég held alveg örugglega að verið þú. En ertu að taka fermingar? Fermingamyndir? Já. Já. Og ertu þá laus í þessa ferming? Við erum að ferma bílinn í fyrramálið. Já, ég er að tala fermingarmyndatökur. Já. Já, þú ert að tala að afferma og ferma bíl. Já, bara ferman í rauninni. Já. Ég ætla að skoða þetta, ég hef samband við þig. Já, ok, þakkaði fyrir. Já, bæ. Hvað snillingur var þetta, mann? Fannstu bara einhvern bara svona ljósmyndar sem hann búin að vera lengi í bransan þessi. Ég held þetta þið svo vant en við erum að ferma mér slíka bara svo finnir að segja að ferma bíl. Þetta litur að ferminga já, við erum að ferma bíl. Topp klassa orðagrín. Já, það ekki hægt að flokka þetta sem vondati því að mér fannst þetta æðislegt að. Já, bara með saman hvað hlustendur segja. Það eru hakkaði fyrir að lega mér. Ég var það bara ég var að blow off some steam. Já, þú þurftir að koma þessu frá þér einu svona símtalið. Já. Pétur Jóhann, fyrsta sinni í langan tíma hér og já, hann var að fara að ferma bíl í fyrir. Þessi heitir Sein og lagið Pillow Talk. Mikið spilað hér í FNÍ í Blöð. Enda bara flott lag hér á ferð. Já, Sein, ég held að hann heiti Sein Malik fullu nafni og var í One Direction. Þessi, snillingur. Þetta er flott lag hjá hann. Gefum hún það. Vistu þú að 1 af hverjum 4 hefur sofnað í tíma í skólanum? Hefur þú einhvern mann sofnað í skólanum? Já, ég lagði með einhvern tíman í jarðfræði. Nei, þú veit núna. Þú ert að lauð með stjórnlega staðrænd. Þú lappaði út. Ég var bara að spyrja það hvort þú hefði sofnað. Þú tekið pókamann á fyrir. Steindi, hefur þú maður sofnað í skólanum? Hef ég? Já. Já, það ekki. 1 af hverjum 4 hefur sofnað í skólanum. Hættu að lauma þessi inn. Besta þú varst að koma hérna eins og segja á klóstinu. Egið fattaði ekkert og var byrjað, sko, þið sýnir alltaf öllu áhuga þar til þið fattið. Mér varst jarðfræði í MK vera mjög leiðileg. Og ég lagaði með þar, ég veit ekki hana. Ok, en 1 af hverjum 4 hefur sofnað í skólanum. Það finnst mér rosalega lítil. Já, mér finnst það líklega 3 af hverjum 4, sko. Já, en það komið að spurningakeppni Gilsarans, Egil, er hún tilbúin þar? Já, látum við að malla undir, hún trailer malla undir. Já, hvað er þemað í dag? Er þetta eitthvað sem að vill vinna? Já, ég meina, það kemur bara eftir hvernig manneska þú er stöðun. Það er komið að spurningakeppni Gilsarans. King of the non-homophobe. Já. Þarna er auðvitað að fara að klúðra þessu og að fara að tapa þessu. Hver er með minni homofóbíu? Nú er ég með eitthvað homofóbíu. Já, mikla. Nei, það er ekki Það er með snertifælina. Já, það er snertifælina. Já, það er bara á við allt fólk. Það er ekkert eitthvað með homma þó ég sé með snertifælni. Jú, eða ekki. Nei, hvað? Það er að klína svona á mann. Þeir eru illa við homma. Hann brjálaði þetta er bara ljótt að segja. Brjálaði þetta er sportu sem hann er ekki þess með þetta. Hann er brjálaði, þú höndlaði þá nú mjög vel. Það gæði hann limnum að vikta sig við hliðina það hefur ekkert með homofóbíu að gera. Hún er ekki til hér. Þannig að ég ætti að koma ágætur á þessari könnun. Ég meina, sparaði yfirlýsingarnar, það er að koma að keppni. Ok, algjörlega. Finnst þetta skrítin keppni samt? Algjörlega, þetta er bara skríti keppni. Ég veit að ég mun vinna þetta. Af hverju veistu það? Af því, ég umgengst samkynniða mikið.
bróðir konar samkynniður. Ég bara, og ég samkynnaða vini og ég bara... En hefur heyrt spurningakeppnina hjá Aglisand? Þetta verður mjög skrítið. Og ekki þú fara að ljúga neinu hérna, Steindi. Nei, ég hef aldrei gert það. Aldrei. Mjög hreinskild, það standa upp. Ég stend alltaf upp í spurningakeppni. Það er ekkert undir og eitthvað, það er bara þögn. Já, það er ekki hægt að hafa bara þögn, við þurfum að hafa svona stemning í þessu. Já, myndi drepa á stemningu þarna. Ok, byrjum það. Hvað kvist er þetta sem varst að setja undir? Þetta er trailer, hann er ekki svona meðan á, sko. Já, ekki að setja eitthvað annað. Ok. En bara tónlist, en bara, þú veist, hérna... Það er komið svona betti undir. Ok, já. Byrjum það bara, þetta er 14 spurningar dag, þetta er meira vanlega. Fílar Eurovision? Já, horf alltaf á Eurovision. Nei. Fílar ekki Eurovision? Hann sagði nei. Nei, ekki endilega. Ötti sagði, ég horf alltaf á Eurovision. Ég fíla hana. Ég gera það sama. Ég horf á Eurovision. Já, spurningin er fílar Eurovision. Ég fíla Eurovision. Ég finnst þetta alveg ógeðslega leðileg keppni. Það er smá homofóbía í því. Nei, ekki homofóbía, þetta er bara ömuleg tónlist, ömuleg lög og ömuleg umgjörð. Homar elskar Eurovision, sko. Nei, þetta er glata drasl, en fuck it. Hei, ekki svona. Þú getur ekki alhæft svona í að allir samkynniði fíli... Nefnd einn samkynniði sem fílar ekki Eurovision. En áfram í keppnina bara. Hefur þið tekið þátt í Eurovision? Nei, það er því miður ekki punktur hana, því miður. Þetta var ég með punkt. Þetta er þú ekki punkt. Ég með það litla homofóbíu, ég kefti Eurovision. Það er ákveðið statement. Já, það er rosalega vel gert. Reynda tók Friðrik og síðan og pakkaði mig saman á sviðinu í Smáralindinu. Já, enda samkynniður. Og niðurlaði mér fram með alþjóð. En ég tók ekkert svo illa. Nei. Fílar Madonnu? Já. Ok. 2-1 fyrir Blondale. Ertu með fleiri en 3 samkynnaði kallmenn í símasköndiðinni? Fleiri en 3? Ég bara veit það ekki. Já, held ég. Mér finnst þetta rosalega skrítin keppni. Jú, býtu, ég held ég sé örugglega með fleiri en 3. Ég held ég sé með Felix Bergsson. Ég með hann líka. Jón Helga bróður konunnar. Ég er ekki með hann. Það væri líka skrítið. Við þekkjumst ekki að við. Sindri. Já, ég er með Sindra. Ok, það var dreit. Ég er með Pál Óskar. Ég er með Pál Óskar líka. Ég er með Friðrik Ómar. Ég er með meiri 3, já. Já, ég held. Nei, býtu, þú ert ekki búin að nefna fleiri en 3. Þú ert bara búin að nefna 2 samkynnaði menn að það. Þú ert með Felix Bergsson, með Pál Óskar, Friðrik Ómar. Þú ert ekki með Felix Bergsson. Nú ertu bara að ljúga. Ég er með hann hérna. Maður sjá þig flett upp númerinu af Felix Bergsson. Ég þetta nafnið á einhverjum frændaðir skrifa Felix Bergsson. Nei, en já, býtu, ég er bara með hann hérna. Já, ok, það getur ekkert sýnt það eitthvað. Jú. Ok. Felix. Já, ég minna, hann fer ekki að... Herðu, þetta er ekkert stig. Það var ekkert með númerið á hann. Ég er ekki með fleiri en 3, ég er með 3. Já, það var ekki spurningin. 2-2. Já, það er 2-2. Það er bara þannig. Hefur gist með viniðinum? Já. Þú er að bóða hana. Hefur nakin kallmaður faðmað þig? Já. Sveppi. Já. Það er punktur. Hver var það þér? Hvað nakti kallmaður faðmað þig? Það hefur... Já, bara búa til eitthvað. Nei, alls ekki. Ég er að hugsa. Þetta er eitthvað sem þú mann... Nei, mér finnst það bara 100%. Bara svona eftir æfingu. Ekki nærbuksunum, hann er á hersöðingi. Ég meina, faðma mig eftir að tala um hvernig það faðma mig. Bara allspennaði faðma. Já, bara tekið utan um mig. Nakin maður, það hefur gerst. Pottþétt. Já, hver? Bara einhvern tímann í tökum. Já, þú getur ekki sagt og þú veist ekki hvað það er. Þetta er ekki Sveppi faðmaði blöð. Já, það er rétt hjá þetta, ég get það ekki. Mér finnst það líklegt, ég get það ekki. Það er 4-3. Ég er nokkur. Blöð er að taka þetta. Ég veit að ég hef eftir að muna þetta því ég keyri heima eftir. Ok, hefur þið farið í þveng? Já. Mátt vera að taka þessa spurning út. Hún er búin að vera í öllum keppnum. Ég var að sjá 5-4 fyrir Blondale. Hefur þið farið í sturtu með kallmanni? Já. Búndur að báða þannig. Er ég að fara að tapa þessu? 6-5 fyrir Blöð. Ég er mjög gay. Hefur þið jammaðin og gay skemmtist það? Já. Oft? Já. Skammast mér ekkert fyrir það, mér finnst það gaman. Já, ok, bara hvar? Bara til dæmis þegar við vorum með þetta nýjum blöð nýri bæ hérna. Staðurinn sem er fyrir ofan 22, eða þú veist þetta. Já. Móti heim og valda. Ég fór líka, hvað er þetta ekki, Spotlight eins og niður. Já, við hefum pottitt djamnað á stað sem við En hefur þið strippaðinn og gay strípiklúb? Það hef ég gert, já. Gerði í San Francisco í ameríska draumnum. Það er mjög gaman það. Ok, nú ætla ég að stoppa þetta eins. Nú ertu bara búin að ákveða að leifa. Nei, býtu, þetta gerist alltaf. Þetta er punktur. Mér finnst þess að þetta gerist alltaf, af og til. Að þú veljir. Nú ertu búin að velja að Ulli sé bara að fara að vinna. Nú ertu bara að fara að segja eitthvað sem hann hefur gert. Af því að þú veist að hann hefur bara gert það.
Hefur þú strippað á Nei, ég hef ekki gert það á eigin lissi alveg. Það var bara næsta spurning. Þið gerðu það fyrir sjónvarpsþátt. Ég vissi það ekkert hvernig ég veit að þú Þið eru að tala fyrir ameríska drauminn. Þetta var í ameríska draumnum. Já, hvernig ég veit að það Steinþór, þú var ekki strippað og gay strípuklúbb. Ég anskotan að vita það. Ok, ég skal lofa þér, næsta spurning verður exclusive til blöð. Nei. Alls ekki. Verður ekki svona tapsár? Ég er mjög tapsár þessu, ég vildi vinna. Hefur þú farið í sleik við kallmann? Já. Það má vera í flippi. Já. Má verið í flippi? Hvað heldur það að sé bara eitthvað alvara í því? Við erum báðir gagginir, þannig að það hlýtur að vera í flippi. Það má verið í flippi? Já, hann svo astnæður. Það er bara að vakna á sunnudegi, bara hvað var ég að gera hjemme? Ég er stjórna með Báðir mig já þarna. Hörðu, þetta er mjög spennandi. Það er 9-7, þú verður að fara að rífa það í gangstein. Þú segir að það eru 14 spurningar. Já. Það er nóg að stigum eftir. Nei, ok, hefur þú brjálast þegar vinuðinn setur höndin til dæmis á raskataður og öskra hvað það gera maður? Hvað anskutar maður að gera? Nei Ég skil ekki spurningar. Ertu að tala um að taka Sverri Bergmann á það? Þú gerir svona af mig, mér finnst allt í lagi. Já, þetta ég veit nætti atriðið eins og í sporthúsinu. Sverri Bergmann sjálfast? Já, hvað, maður má ekki klappa mönnum á rassin lengur? Ég lagði bara puttan, höndina smekklega á. Já, sko, það fyrir eftir hvort þú hafi lagt lófan á rassin á honum. Eða eitt putta. Það er svolítið skrítið. Putti er svolítið slæmt. Það var lói, en síðan bara svona... Boraðiru? Boraðir í rassinu og sensa? Ég boraði ekki það. Málið, hann var að liggja og taka leg curl, liggjandi og taka svona spilna hælun með rassinu og þú aldrei farið í... Ég veit ekki neitt hvort að tala um. Allavega, hann liggur maður og spilnir hælun með rassin og ég lagði bara hendina firmly á rassin og hann rauk upp bara. Hvað er það að gera? Það er náttúrulega ekki hægt, en ef þú boraðir þá skilja hann. Hvorum er punkt? Ok, hefur þú rakað neturnar á viniðinum? Nei, fjandinn. Það er ekkert með fóbíu að gera. Það kalla bara eistun netu. Klára þess að vitlega sér þetta maður. Hvað er í gangi? Ef viniðin byður backup þá getur ekki bara hvað meinur þau? Viniðin backup, hvað var það, handlegisbrotin? Nei, bara þú veist, þú kannski nær ekki hvað Ef heldur að einhver vinur með hans myndir hringja og segja herri, ég er í tómið vissni, getur nokkuð komið hérna til mín og raka með pungin. Það myndi ég segja eftir hvað geður ykkur klikka skell á hann. Hvað eru margari eftir? Skrítið spurning. Ein eftir, ég er búin að vinna. Nei, hvað er ekki 9-8? Hefur þú sofið hjá öðrum kallmanni? Nei, og hvað er staðan? 9-7 fyrir blöð. Ég er leðilegt en þú ert að homofób. Á hverju tapaði ég? Ég tapaði á strippinu. Þú ekki faðmað Gafmann. Það er skilla sjálfur. Það var spurning að geta Á hverju faðmar ekki í máðinu? Stíðin voru góð, 9-7, við skoruðum báðar hátt. Ringja því pappan stenda þetta smástund, Pétur Jóhann er með graðamanninn og fleira. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Betri notaðir bílar Kauptúni, framúrskarandi Toyota þjónusta, örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú getur alltaf selt okkur bíliðinn aftur. Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni. Einn heppinn þáttakandi í fermingarleik IKEA vinnur 100.000 króna úttekt í versluninni. Kynntu þér leikinn á IKEA.is. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurúm 1.20x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnumjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng á aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Þú fær Thule skíðabóksinn og skíðarfestingarnar í nýrri og stórglæsilegri verslun Stillingar að Bíldsöða 10. Thule skíðavörur á stilling.is. Nennir ekki út, langaði í pizzu og ís og bland í póka. Hringdu í 552-6060 og við björgum málunum. Ugly, Go-Boy, Smiðjuvegi 2. Þú skráir bílinn frítt inn á höfðabílar.is. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Líður á stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957, það eru Auðun Blöndal og Steindi Junior með ykkur hér í stúdíónu. Egil Einarsson fór að sækja sér kaffi. Það er eitt sem ég vildi líka gera með Egil stökk fram, Steindi. Ég veit alveg hvað þú ert að fara að gera og mér líst bara ekki það. Jú, það er að ringja í pappaðinn. Og ég skil ekki af hverju þú vilt að fá pappamennin inn, ég bara næði ekki. Sko, við ringdum henni í síðustu viku og það má eiginlega segja að pappin, hann er blowing up. Er pappi minn blowing up? Já. Af hverju hann bara, því að hann var í útvarpinu síðustu? Nei, hann byrjar að slá í gegn í Ísland Got Talent. Hann setur tungun og nefið á sér og það verður allt vitlaust í salnum.
Svo ringjum við í hann hér í FM 95 blöð og ræðum við hann Kardashian. Hann mikill Kardashian maður. Já, hann það. Herru, áður nú veist að það er komin grein kallinn á Vísi og bara mikið lesin grein, þannig að hann svona að verða helviti stór kallinn. Nei, hann ekki að verða helviti stór neitt og ég bara og ég held að sé bara við að hæfa að heyra í hann. Ég bara mér bara illa við það. Ég vill ekki vera að fá Vill ekki vera í skugganum á honum með það? Vill ekki vera í skugganum á honum? Nei, ég er ekki að ertu eitthvað klikkaður. Ég er að tala bara, þú veist, við erum bara með útastátt. Við erum í beinni útsendingu og þú vilt fara að hringja í pabba minn. Það er skrítið, það myndi enginn vilja. Mér er gaman að tala við hann síðast. Jú, ég held að það er gaman að tala við hann, en hvað ætlar að spyrja um? Hann er búinn að segja þetta Kardashian. Finnst þið pabbi hann svona leðilegur? Nei, mér finnst hann bara mjög fínn. Ég ætla bara að spyrja hvernig hann er að höndla athyglinina sem hann er að fá þessa dagana og þetta allt, sko. Jesús almáttugur. Hvað er númerið á kallinn? Hann er með flip-ringingum. Flip-ringing, þetta er bara venjuleg ringing, sko. Er það Steindi senior? Það er hann sjálfur. Sæll og blessað, þú ert einnig beint útsendingu á FM 95 blöð. Blessaði pabbi. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur kallið það? Takk fyrir það. Kallið hefur það bara fínt. Eða ekki? Jú. Ég var að ræða við Steinda, hann er ekkert alveg spenntur fyrir að ringið. Ég veit ekki hvort hann sé svona öfundsjúkur því að kallinn er slaðið gegn þessa dagana. Já, ég held að hún lítist ekkert á það því að heldur ég sem var að bjóða mig fram með eitthvað. Það er ekki eitthvað fásætt að hann að bjóða þetta. Ég var ekki flottuð það. Ég var helviti góð þar, sko. Alveg búin að plana það, sko. Já, en hvernig er búin að vera einhver athygli á kallinum eftir að koma greina á Vísi og svona? Já, sko, þeir sem ég hitt, sko, þeir hafa allir verið að reyna að setja tungu på neð. Hættu þessu pabbi, það er enginn að því. Það getur þetta enginn nema ég. Nei, það er ekkert allir í þessu, sko. Hvað sleikt á sinni efi? Þetta er alveg sérstak, þetta er alveg mjög sérstak, sko. Já, ég er nefnilega fullt af fólki sem getur þetta. Ég hef ekki hitt neitt. Ég get þetta ekki, sverða það. Já. En það ég ætlaði líka að spyrja þig sérstaklega við náttúrulega höfum rætt það hér í þættinu. Þú ert mikill Kardashian maður og fylgist vel með Kardashian fjölskyldunni. Já. Nú eru svaðalega vangaveltir ég á með í slúðrun áðan að sko Kim Kardashian var að taka snappa af Kourtney og hann þinn maður Scott Kardashian, hann var á það með henni. Eru þau að byrja aftur saman eða? Já, ég var nú bara að fylgja sögum daginn og það er bara vonandi, mér sýnist þetta allt stefnir rétt á áttina og leiðilegt að kallina hafa verið hengt út. Já, það er náttúrulega leiðilegt að kallina hafa verið hengt út. Að búið að vera neitt partístand á honum og svona náttúrulega. Já, maður svona bara sletta þessu klaufun og greið og hvað mann er að tala? Eitthvað miskilinn, sko. Já, ég veit ekki eins og hversi sko. Þú vilt fá þinn mann aftur inn á heimili? Já, mér finnst hann eiga til þeirra fjölskyldinu, sko. Þetta er góð fjölskylda, sko. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um einhverja fjölskyldu og hann líka öllum drullu saman. Svo hafið þið heyrt að nýjasta kallið, sko. Það er skemmtileg tenging þar. Nú? Hafið þið ekki séð O.J. Simpson þættina? Jú. Það er hann hérna, skal ég segja, Ross í Friends, hann leikur hérna Kardashian, föðurinn. Já, leikur hérna pappa þeirra stelpnuna. Ross og Friends að leika. Svo má ekki gleyma, sko, að þau eru 4 systkini, sko, það er sko, það er Kourtney, það er Kim. Ekki ertu með öll nöfnin á hreinu. Jú, svo má ekki gleyma Rob. Já, og Chloe. Og Chloe, ég veit að þetta tengist það, sko, og svo... Akkur dró Rob sig úr þáttunum, veistu það? Herðu, hefur ekki bara, hvað er að gerast þetta? Ætlum við að vera bara í þessu? Hann var alltaf að mannstu í þáttunum, akkur er hann ekki lengur, Rob Kardashian? Ég veit ekki hvað kom fyrir hann, hann hvarf þarna eitthvað aðeins út úr tíðanbili, en vonandi kemur hann aftur, það var gaman á honum. Hann hafði að fitna eitthvað ávist eitthvað þunglindugreið kallinn og dróð sér vist út úr þessu, las ég eftir. Já, ég skil ekki að hann skulle ekki að fíla sinni í þessari fjölskyldu, sko. Nei, þetta er fínast að fjölskylda. Það ætti nú flestum að líða vel hann, sko. Já, en hvað megum við búast við næsta að Steinda senior? Já, það er nú bara aldrei að vita, sko. Það verður eitthvað skemmtilegt með vorinu, sko. Og hérna skal ég segja hann sá junior að færa svitna. Já, þetta er flott. Hann kom í samkeppni í Grínheimann á fjölskyldunni. Já, nákvæmlega. Það er gaman að þessu, þetta er Kardashian hotnið og það verður aldrei aftur. Ég held að Steindi sé hann byrja öfn. Vil ég ekki eitthvað heyra hérna
yngri systurnar. Nei, við viljum ekki gera það. Ötti, við viljum ekki... Ég heyra hann ekki alveg til með því. Nei, Ötti, við ætlum ekki að fara að hlusta líka allar hina systurnar. Ég veit ekki hvað ein manneskja þetta Kendall og Kylie? Nei, við ætlum ekki að tala neina Kylie núna. Þær eru náttúrulega bara eins og þú. Þið vitið að það var svolítið tókstaritt og þar á milli, sko. Já, það er flott. Fyrst var önnur svo frænd. Það er gaman að þessu. Svo var hinn frænd. Pabbi, þetta er flott. Við heyrum... Sílikon í vöruna á sig. Sílikon í vöruna, já, það er gaman. Þetta eru loka orðin í Kardashian. Pabbi, ég heyri betur. Já, ég heyri betur, Herðu, þetta er bara... Jésús, almáttur, maður. Okkur vildi ekki tala það. Því að þú, hvað veiða upp úr hún eitthvað Kardashian-rugl? Hvernig mér ekki drullu saman með þessa Kardashian? Hann var komin á flug, kallinn maður. Var hann komin á flug? Hann vissi bara hver einhver fjarskild frænka er að héti. Við erum að fara að tala eitthvað mikið það hér í beinni útsendingu. Ég náðu ekki eins og að hverjan. Já, það er ágætt. Þú bara stoppa það. Já, þú færði heldur ekki að heyra í honum aftur. Steindi, þú mátt ekki gera öfundsökur þó að pabbi eins er blóðun upp. Hættu þessu. Þetta lag finnst mér alveg hrikalega flott. Heitir I Took a Pill in Ibiza með Mike Posner. Já. Flott lag hér að ferð við okkur pappan Steinda aftur kjallaði fyrir spjallin. Já, er það ekki Kardashian-hotnið, er það ekki að kvíla það eitthvað? Mjög gaman að heyra í gallin. Ég vil hafa meira af umræðum Kardashian. Já, svo líka bara með pappa, það þarf ekki endilega að ræða við Kardashian, sko. Nei, já, og ræða við bara um eitthvað annað. Já, sveimi þá. En það er hins vegar komið að dagskráralið sem er nú oftast fyrr í þættunum og heitir Hvort myndirðu frekar. Það er komið að því. Já, 3 spurningar og eins og alltaf, ég er með eina myndirðu fyrir cash inni. Wow. Sem er skemmtilegt. Inn í hvort myndirðu frekar? Já, það er að verða svolítið erfitt að vera með. Kombóbreykar með? Það er eitthvað rugglaður blöð. Crazy, já, það var verið að benda á að beða okkur að hætta að vera alltaf fykt í mæknum þegar þátturinn í loftinu. Já, það brakar í mér öllum í það. Afsakið. En hér kemur hvort myndirðu frekar. Hvort myndirðu frekar vilja vinna sem trúður eða töframaður í barnaafmælum? Okkur í barnaafmælum? Það er það ekki svona sem við fara mest í? Nei, trúðar er mér vinsæli bara í öllum ammælum og öllum veislum og... Þú getur alveg verið trúður í einhverju góðu 15 og líka töframenn. Ég byrst innilega rannsókn þessu. Hvort myndirðu frekar vilja vinna sem trúður eða barna eða töframaður? Er ég til dæmis bara 20 náungi? Ég er á lausu. Nei, þú ert bara jafn gamall þú ert núna. Þú ert að byrja að vinna sem trúður eða töframaður. Út af því að sko... Ég hef séð trúð í 15 saman. Töframenn njóta mikill að kvenhilli. Töframenn. Þeir nota spilastokkin á barnum sko. Já, og líka veski sem að kviknar í. Já, og eldveskin. Þeir vinna mikið með eldveskin. En ég hef séð töframann taka upp stokk á bar og byrja stelpum að draga spil. Já. Og þú veist, og þau fóru saman á kvöld sko, það er 100%. Já. Ég er bara að spyrja ykkur hvort myndið frekar Einar Mikael, ég get lofa því. En ekki það eitthvað, mér finnst það náttúrulega hræðileg pæling Þannig að það heitla þig kvennhillinni í töframannum? Nei, alls ekki. Ég var einmitt að segja, þú veist, að þeir eru að vinna með þetta sko. Einar Mikael er stundum með ög núna, það er sem hann er að gera núna. Nei, hann er í því akkurat núna. Hver? Einar Mikael. Að gera hvað? Nei, herru, hvort myndið velja, trúð eða töframann? Einar Mikael er í rúmið núna. Ég bara segja munin á sko töframönnum og trúðum. Já, hvað þannig að þú vilja þá töframann? Það sé ég eftir að ferja með cashflowinu. Er meira cash í trúðabransanum með það? Ég bara þekki það ekki. Ég meina, ertu að spá í þessu þannig að þú veist, það auðvitað bara að tala um að myndi fara að vinna við þetta. Þú ættir alveg ennþá konu og barn. Já, bara þú í dag. Já, þess að maður spyrja, ef ég væri tvítugur og lausu og þá myndi ég velta sér fyrir mig sko. Ég er bara að tala um þú sem Egill Einarsson. Þá væri ekki spurning, þetta er töframæðurinn sko. En nú er ég að vera fertugur og trúðabransinn er helviti heitur í dag held ég. Ég ætla að vera töframæður. Töframæður, en þú Steindi? Trúðabransinn er heitur í dag, þú ætlar að vera töframæður. Já, síðan bara fór ég að hugsa Einar Mikael. Já, ég sko... Og Bjarnar töframann. Eins og ég segi, ég held að sé bara skortur á trúðum. Það vantar góðan trúð. Svo getur blásið blöður og búið til dýr og mála sig furðulega og mætir í góðu 50-samali og gerir allt vitlust. Lappar aftur og bak og kveikir ring og hoppar í gegnum hann og allt þetta rugl. Ég ætla að vera trúður. Ok, Steindi tekur trúðinn en Egill tekur töframanninn. Ég myndi ekki nenni að vera í einhverjum þröngu spandexskala einhver staðar. Það er ekkert allir töframenn í þröngu spandexskala. Hvort myndið þið frekar? Vil ég vera með andlitina pullu eða lappirnar á henni? Hennar pullu? Já. Hundur minn? Já. Sem er hundurinn Steinþórs. Vera með andlitina á henni eða lappirnar á henni? Hún er, hvað, betur ég þá bara... Já, hún er slæm í fótunum sko. Já, hún er slæm í fótunum. Og hvað lappa ég bara á... Lappa ég á 4 eða? Nei, þú máttu ráða á Karol sýttu lappirnar á henni á þig. Glæsilegt. Þannig að þú væri með 4. En ég er með andlitu og pullu. Já.
Eða lappirnar. Og einhver starf líka með hennum, já. Einhver starf, já, þú getur verið, þetta eru 4 loppur sort að tala um. Já, 4 lappir. Pulla hestljótið ekki? Nei. Hestljót, svona bara ógeðslega sæt, sko. Já, ég er allt síðan séð hana. Já, viltu bara sjá mynda henni? Já, í einu gænum kannski. Já, það er ekkert mál. Þetta er frekar erfitt, sko. Ég get alltaf að lofa því að þetta er sætasti hundur bara. Er þið ekki alltaf lappirnar? Nú spyr ég. Já, hún er frekar huguleg, sko. Já. Hann er ekkert eiginlega gefur þér eða fandlið á henni? Sko, ég þarf ekki að senda e-mail. Og ég held þessi erfitt að senda e-mail út með pullu fætunar, sko. Og ég þarf ekki að lift tungum lóðum líka. Nei, þetta er ekki rétt sem þú ert að tala um. Hakkaðir á Helgi Góu, Steinda Junior. Nei. Býttu. Ha? Er að koma pakki til okkar í beinni útsendingu? KC og bílakúlur og... Guð, það er eitthvað stærsta fata. Herðu, býttur þú að dæla kjúklingið þig? Er þetta frá Helga Góu sjálfum það? Persónulega, já. Nei, ert að grínast það? Þú er mjög ánægð með þig. En ert að grínast? Ég er ekki að tjóka. Ertu það góðu starfsmaður, viðskiptavinur, Steinþór, að þú fegst ekki því ég sé. Herðu, þetta er rosalegt. Blöð, kerritin á snappi núna. Herðu, uppi snappi, er það að grínast? Þetta er frá... Þú þarf að sjá hversu stór fata þetta er. Þetta er líka frá Guð sjálfum. Svo erum við nýja namið, Helga. þetta pepp á Twitter. Nýja namið, já, hvað nýja namið á það? Herðu, Steindi, það er bara að vera að dæla í þig. Fíla kúl. Já, það er góður stofið þetta á þeim. Hversu mikill meistari er... Vákað kom ekki Kentucky líkt hérna í stúdíu. Herðu, hvort takkið þetta ekki? Það var bara að gefa okkur free shit, man. Já, ég myndi taka lappirnar. Ég tek andlitið því ég þarf ekki að lifta. Og ég myndi setja þær meðfram hrygnum. Já, svona 4 saman bara svona eins og góðu dregi. Ok, þá var það síðasta spurningin og hún er í, myndur fyrir cash. Myndir fyrir 10 milljónir mega bara vera með eina stellingu sem eftir er í Svefnherberginu. Fyrir 10 milljónir? Já. Má ég ráða hvaða stelling það er, eða? Já, en það er bara ein það sem eftir er. Já, ég meina. Ert þú mjög hrifin að rótra stellingum með það? Takk hérlega fyrir þetta. Ertu að taka 3, 4, 5, bara gott tempo á milli og... Já, hvað er þetta eitthvað rugglega? Svaraði bara spurningunni. Ég myndi segja bara já. Ég væri alveg til að fá 10 milljónir, sko. Ég myndi bara nánast gera hvað sem er fyrir 10 milljónir. Já, þú Egil, sama? Já. Að sjálfsögðu. Herru, skulum fá Pétur Jóhann hér eftir smástund með... Helgi. Er að sjá þetta? Já, Graðmanninn. Stöðu 2 marathon getur þú hort á heilu þáttaræðuna þátt eftir þátt og nú hafa fóstbræður bæst í hópin. Þú ert reykinn. Mútsi. Er það ekkert í boltanum, strákar? Laga. Sjá hár sem vex út úr vörst. Velkomin í rockhorni. Rúski karamba! Láttu þau líða vel í sofanum og horfa á Stöðu 2 marathon þegar þér hentar. Stöðu 2 marathon fylgir völdum áskriftarpökkum 365. Tryggðu áskriftum núna á 365.is eða í síma 1817. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurum 1/20x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnumjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng á aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Réttur mánaðarins í IKEA er ekta grísasnitsel með rauðkáli, grænum baunum, kartöflum og rjómasósu á aðeins 995 krónur. Komdu í mat. IKEA. Allt lítur betur út með blómum. Í dag er 20% afsláttur af öllum blómöndum fyrir N1 korthafa. N1. Hluti af blómlegum föstudegi. Hvað tækirðu til bragðs ef nágranni þinn reyndist vera vampíra? Hleyptu þeim rétta inn í Þjóðleikhúsinu. Meistaradeildarsæti og auðvitað heiðurinn í húfi. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þú fær Thule skíðabóksinn og skíðafestingarnar í nýrri og stórglæsilegri verslun Stillingar að Bíldsöða 10. Thule skíðavörur á stilling.is. Snjallar fermingagjafir. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Hvítt Lindor páskaegg. Engu öðru ekki líkt. Linda.
ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hér í Walk the Moon, þú ert að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957, klukkan orðin 5:30, hvorki meira en minna. Þetta er fljótt að líða hér hjá okkur á föstudögum, en við heyrðum símtal með Pétur Jóhanni hér fyrir þættunum og hann kom til okkar í morgun og var svona aðeins að fíblast með okkur og við dobluðum hann í 2 símtöl. Það er einn karakter sem hefur alltaf verið mjög vinsæll með Pétri hér í FM 95 Blö og heitir Graðmaðurinn, þar sem hann hringir og er svolítið æstur í símanum og við fengum pjesa í það í morgun og við skulum bara fá að heyra þegar Pétur Jóhann hringdi í bónda og hendi í þennan karakter fyrir okkur. Hér kemur Pétur Jóhann. Halló. Já, góðan daginn. Hörru, ég sá auglýsingu út af Sauðburð. Já. Þannig að ég ætlaði svona aðtóa hvort að, þú veist, er þetta já, getur maður sótt þetta? Já. Hvernig, þú veist, ég hef nú aldrei verið í þessu. Ég hef aldrei gert þetta, sko. Hvernig, er þetta eitthvað, ég hef aldrei gert þetta, ég hef aldrei verið í svona Sauðburði, sko. Já. Þannig að ég veit ekki alveg, er þetta erfitt? Hefur ekki verið í sveit? Jú, ég var í sveit, sko, en þú veist, einhvern veginn, misti alltaf af þessu, sko. Já, við erum komið eftir Sauðburð þegar komið í heiskap og svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Já. Hvernig er þetta gert, þú veist, hvernig er þetta gert? Það er bara, þegar það kemur fram í maí, þá byrjar rottutan að bera. Já. Þetta er 3 vegna törf, virkileg törf. Já. Vaktaði allan sólarhringinn. Ég, sko, þú veist, ég er duglegur og svona, sko, þannig að ég get alveg gert þetta, þú veist, ef ég fengi bara galla og kannski hanska og svona. Já. Og er þetta mikil vinna, eða? Kannski meira mótnana, eða? Það getur verið sólarhringsvakt. Sólarhring? Já. Og er maður bara einn í því, eða? Nei, það er fleiri í því. Það er fleiri með þess? Já. Það er allir saman í þessu, þannig að þú veist, maður getur alveg fyrst með og kannski læti í þessu. Já, menn verða uppgjöfnir og þreyttir. Já, ég er að fatta, ég er kannski að ringi alltaf snemma, kannski. Ég er að ringi þig kannski alltaf snemma, ég byrst afsökunar á því. Nei. Ég er uglast, ég veist ekki hvað er svona stutt. Þú veist, maður er svona... Fyrirgefðu hvað ég er búinn að vera, ég veit bara ekkert þetta, fyrirgefðu hvað ég er heimskur. Þið finnst ég kannski bara heimskur. Þið finnst ég kannski bara heimskur eitthvað, svona, ég er náttúrulega borgarbatskinu. Já, það er bara... Þið finnst ég kannski bara eitthvað vitlaust að vera að ringja svona snemma og veit ekkert kindurnar og það. Nei. Finnst þið það? Nei, ekki hérna. Þú mátt alveg segja það, skilur, ef þið finnst ég heimskur, sko. Það er ekkert mál, segðu það bara. Segðu það bara, ef þið finnst ég heimskur, segðu það, ekki hika við það. Nei, fólk er bara ekki, þekkir ekki hlutin og þá er það. En segðu það að ég sé heimskur, gerðu það. Nei. Segðu það við mig að ég sé heimskur. Nei. Akkur ekki. Segðu það við mig. Það er ekkert mál, segðu það bara. Það er svolítið vitlaus. Róaðu bara. Nei, bara allavega ég sé vitlaus eða eitthvað. Sem ég er. Ég er heimskur. Segðu það bara við mig þá. Það er kallinn, syngdu bara. Látt ekki svona, segðu það. Látt ekki svona, segðu það að ég sé heimskur. Gerðu það, einu sinni bara. Halló? Hann gata ekki. Ringi batterinn og segir, sorry, ég var róna hans æstur hérna, bara... Afturni? Sorry hvað ég var næstu að ég... Fyrirgeðu, ég var alveg desperate okkur að vinna þetta. Já, var ég ekki svolítið æstur, segði ég hefur svolítið æstur. Það núna, bara verður rólegri, bara fyrirgeðu hvað ég var æstur var ég ekki allt og æstur. Já, segði ég hefur næstur. Ok. Nú byrjar það að byrja stafsökunum. Já. Góðan dag, hjá Birni. Já, ég var að ringja það náðan, ég fyrirgeðu, ég var orðin svolítið æstur. Það var orðin svolítið æstur? Já, ég bara byrst afsökunar á því. Björn er því miður bara ekki við núna, já. Nei. Þú þurfti að fara. Já, en þú veist bara að segja honum að ég byrst afsökunar á þessu. Ég var bara orðin æstur. Ég bara innilega afsökunar á því að hafa verið orðin svona æstur. Já. Á ég skil því til. Já, bara ef þú getur satt hún að sko, þú veist, ég bara er, já, til að svona missa mig, að vera svona æstur. Finnst þér ég æstur? Finnst þér ég æstur núna? Já. Er það? Já. Er það? Já, nenni að segja það þá við mig. Já, þú ert æstur. Já. Nenni að segja það við mig. Ég var að því. Já, einu sinni enn. Nei. En því að finnst ég æstur. Já. Finnst þér það skemmtilegt? Finnst þér það skemmtilegt? Nú ætlum ég að hætta að tala við þig. Já, en finnst þér skemmtilegt þegar ég er æstur? Og þú bara færð til sálfræðings og vinnur í þínum málum. Bless. Já, ok.
Ég náði ekki að byrja að taka Þú fættir sálfræðing og vinnur í þínum málum. Ég held að það sé fallega loka orð á Pétur Jóhann Sigfússon í Graðamannunum. Skil ekki helmingin af textanum í þessu lagi. Ég skil work, 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 en svo kemur hellingur eitthvað sem að ég bara þekki ekki, því miður. Þetta er Rihanna og Drake með lagið Work hér í FM 95 Blu. En við ætlum núna að henda í dagskrárlið sem er tiltölulega nýra nálinni. Hann hefur verið einu sinni eða tvisvar áður og heitir Brask og Brall. Já, það er alltaf hressandi. Já, þetta er síða en á Facebook, ég held að kannist flest verið. Já, þetta er basically 1/3 Íslandi er hann basically, sko. Þetta er 20.000 ranninni. Já, þetta er mjög vinsæl grúppa. Það er gaman að fylgjast með henni, sko. Út líka gert góð að díla þarna. Já, það er, ég held að fólk sé að víla og díla þarna allan sólarhringinn. Og já, við byggum til dagskrárlið þar sem að við tökum tilboð og samræðu sem eru að inni og setjum svona lag undir, svona til að gera þetta aðeins dramatískara. Og já, eins og við segjum, þá var allt sem er lesið upp hér í þessum dagskrárlið er inn á síðunni. Hefur þú gert einhvern tímann eitthvað inn á Brask og Brall? Nei, ég vant eftir að henda ykkur inn. Já, Steindi er frammi að þrífa á sig puttana eftir Kentucky-fötuna sína eða hvað átt hann? Þú sagt að fata fyrir síðan. 20 bita. Hann er búin að geta sér í reyðin. Hann átti yfir sig, sko. Hann átti mjög hratt og átti yfir sig. Hann faður nú stúdíónu, hvað er hann? Hann var líka svo spenntur af því að Helgi Gói gaf hann þetta persónulega. Hann er líka með ársbyrðir af Candy hérna, sko. Já, en hér kemur, kæru hlustendur, Brask og Brall. Tekum á þeim. Kallinn er með Riley snookerboard til sölu. Auðvitað hægt að spila biljard líka. 100 x 200 cm. Það bil 3 kjöðar, allar kúlur, stigatabla og þríetingu fylgir með. Ég skoða skipti. Ef dúkurinn er í lagi þá var ég hugsanlega til. Ertu fyrir útivist? Er með Infinity skíðavél til sölu á 25.000 krónur. Geti fengið hann upp í á smá Monsa á móti. Ég bý í Reykjavík by the way. Ég þól ekki skíði. Ertu með eitthvað annað? Til í að skoða flest. Sælir, ég er með Spiderman skó með bláum blikkljósum. Þeir eru nýjir, stærð 30 og Van Gogh Tigris 800 XL 8 manna fjölskyldutjald. Stærð 30? Heldur ég sé eitthvað lítið baby? Ég er fullorðið maður og nota skónum með 42. Ekkert tjald fyrir mig takk. Útivist sucks og ég á ekki börn. Ég er solo. Já, ok, ég er líka með serviettusafn. Eflaust verðmætt á eBay og þessum síðum. Hey, vilt þú ekki bara hætta að bjóða í snookerborðið? Þú ert með glata stöf. Tól. Var að komast yfir þýska gæðapressu. Mjög þétt og góð. Og dælir 390 lítrum á mínútu. Cirka 60 lítra tankur. Ok, bjallað á mig. 698 77 65. Brask og Brall. Hey, ég er með 10 óskafaðar happatrennur. Any takers? Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegur. Burt með magan, CLA og Green Tea fyrir erfiðu magafytuna sem fer síðust af. Vaxtarvörur.is. Warner Bros. Kynna stærstu mynd þessa árs. Batman vs. Superman. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Hvor hefur betur? Batman eða Superman? It's time you learn what it means to be a man. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Forsala hafin. Til hamingju. Nú farðu iPhone 6s 16 GB með glæsilegum kaupauka og 6 mánaða gagnamagni á sérstöku fermingartilboði Vodafone. Kynntuður málið á Vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Við tengjum þig. Verði þér að góðu. Dirty Burger and Ribs. Viltu passa í rauðu spýtóskíluna þína? Fara á fitnessport.is og pantaðu Ripper núna. Fjölbreytt úrval fermingagjafa hjá Ormsson. Gefðu gleðilegar gjafir. Ormsson fyrir fermingabörnin í landinu. Engir tollar, enn betra verð. FNF.
FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hér í FM 95 Blö, Avicii með Levels. Klukkan orðin, kortir í 6. Og við höfum eftir að spila hér að flumflytja nýtt lag með Gumma Þórræns, toppmaður þar á ferð. Gummi maður, Gummi fuckface, toppnáðingi. Urðu þið latari drengir eftir urðu ástfangnir, vitið það? Latari? Já, nú erum við báðir á föstu og báðir ástfangnir, eða ekki? Nei, ég get ekki tekið undir það. Nei? Er þetta að lauma inn einhverju störtlaðar eða? Nei, þetta byrjaði eins og störtlu starrend. Akkur má ég ekki tala lengur í þessum þætti? Þú mátt tala, mér fannst þess að þú væri að byrja að lauma inn. Nei, þið eru bara hljómar þannig, þetta svona þetta inngangur að einhverju starrendu. En nú spyr ég, einhver prósent af því hjá þér? Nei, ég bara spyrja því að ég heyrði einhvers staðar út í bæ að menn eru latar eftir að vera ástfangin. Er það eitthvað sem þið þekki? Heyrðu það út í bæ? Já, sko, latar á djamminu, já. Við getum kannski orðað það svona þess. Þetta er mesti rossaskýtur sem ég heilt. Eins og til dæmis eins og til dæmis eins og núna bara þetta er nú dónalegt sem hann að segja við þig. Þetta er hrikalegt. Já, það er frekar að badni það er gert til latar á djamminu ekki þá varst ástfangin. Ennþá meira, eins og til dæmis á þessu ári þá hef ég bara farið 2 sinnum út í bjór. Já, en það er líka út af barn, en þú ert búin að vera með konin í mörg ár og þú ert búin að vera fullu sinni í kynntist þér, þannig að það er ekki eins og það. Þetta eru stór. Ég held að ég hef aldrei skilið að mörgu tími í vinnunni og einu ári, eins og 2016 núna, fyrstu 3 mánuðina, þannig að þetta er hæsta kúkur, myndi ég segja. Þannig að sá sem að sagði með þetta, hann var bara eitthvað ljó. Sá sem að sagði þér þetta, þessi ógeðslega síða, svo að fram að nefa þarna. Nei. Hittir og varstu bara í kringlunni, hittir einhvern frændaðinn frá króknum og hann sagði blöð. Hérna, við erum með smá ruglandi fyrir, vissur það? Nei, þetta var ekki þannig, ég var að ræða samband við eitthvað. Er maður ekki latar einmitt en maður er ekki í sambandi? Það er málinn. Ég myndi frekar halda það. Já. Þá hefur miklu meiri tíma og einhvern veginn svona byrjar að hanga. Er það ekki? Ég veit ekki, þetta er bara... Akkur erum við að tala með þetta, sturlist að enda á blöðu? Já, ég veit hoppum yfir það. Það var strákur sem var ræðið með samband, það er ógeðslega fyndið, sami drengur, hafið þessi myndina Kastavi. Já, með Tom Hanks, King. Fíluðu hann ekki? Bara frábær mynd. Ógeðslega góð. Hafið þið hort á þettina Lost? Já. Svona, þú veist ekki allt Lost starfið, en ég datt út þarna þegar það kom út í Horseshit. Já, ég tók fyrst nokkar. Því að frændið minn Brynjars... Þú ert enga frænda sem heitir Brynjars. Þú ert að lesa þetta. Ég er að horfa að lesa þetta. Brynjar Karlsson. Nei, þú veist ekki hvað ég er að segja. Af því að Brynjar frændið mér, hann sagði mér að Kastavi átti að vera sjónvarpsþættir en var svo gerð bíómynd. Þú ert að laufa í og svo gerði þættina Lost eftir það. Af hverju tökum við ekki hefur við ekki bara henda okkur í sturlaða stæði? Vistu þú það? Byrja að ræðis. Að segja vandamálið þegar þú. Hann er með takkana. Við erum bara 2 verktakagómar. Nei, þú er endur alveg þig. Ég er verktakagómur. Við getum ekki ítt á bleikatakkan og sett sokk í hann eins og hann gerir okkur þegar við þannig ég má ekki segja neitt lengur. Já, þú getur bara sagt okkur. Þetta var ekki styrlu staðrind. Þú getur talað við okkur margt annað en staðrindir. Þetta var ekki staðrind, þetta var bara sem að Brynjar frændi mér sagði mér. Já, ok, og það er gaman að hefur aldrei hittum hann helvítis Brynjar og það ekki ógeðslega lengi. Herru, ekki rakka niður Brynjar á minni vakt, það er toppmaður. Topp drengur. Brynjar frændiði þinn. Ná, menn hvernig er helgin hjá okkur, drengir? Helgin hún er bara góð. Við erum að veislustýra hjá Rúmfattalarðum. Já, annað kvöld. Það verður stemming. Það verður bullandi stemming. Ég er að hlaða batteríin fyrir hróðalega páskahelgi þegar ég er komin í páskagýr. Já. Ég er á Króknum, ég er á Your Hometown laugardaginn á páskunum. Vel gert. Og sunnudeginum er ég á Skaganum. Herru, bittu nú við. Er DJ Musselboy farin að dusta rykið að græna? Já, í staðum að taka páskatúr eins og ég alltaf gert, þá ætti ég að taka 2. Já. Ég ætla að kíkja á Pétur Jóhann í kvöld. Sýningun hans, ég er ekki hann síðan, óheflaður. Já, einmitt. Ég elskar Pétur Jóhann, hann er uppáhalds bolla mín. Það er brjálæði að gerast þá, Já, það er slaða, fótboltahelgi líka, það er Manchester United, Manchester City, eða City, Manchester United á sunnudaginn. Herru, gaman að segja fyrir því, með fótbolta. Af því að ég er að fara sem sagt að það var haft samband um mig frá fótbolta.net núna fyrir stuttu og ég er að fara að spá í spil. Ég er að fara að spá fyrir leikjum. Góður. Og það kemur út næsta föstudag og ég ætla að fylgjast vel með þessu sísoni svo ég verði með allt mitt á hreinu. Það ætlar að vera með áluru staðarindir? Já, það er bara eitt sem ég er búin að finna í gegnum ykkur og marga aðra að fótbolti er greinlega mjög heilagur, það má ekki vera hræri í honum. Þannig ég ætla bara að stúdera þetta núna
algjörlega, svo ég veit hvað ég er að tala Ok, en ég veit að það verður mikil stemming í Keiluhöllinni á sunnudaginn að gera að kíkja á leikina þar bæði á laugardag og sunnudag og smakka jafnvel 4. bestu pítsu í heimi. Já, King sem er vel vann 4. bestu pítsu í heimi í Vegas um daginn. Já, en það er komin tíma á frumflutning hér. Það er Gummi Þórarins og Bróðir Ingo the Weatherman. Já, þetta er lagið Saman. Tekum á þessu. Heitir hann ekkert svona eftir veðri? Gummi Haglilega. Guðmundur. Ég held að hann sé ekkert að spæða þessu. Sólskin, ekki neitt. Það er ekki klíningur á. En ég heyri að það er sólskin í þessu lagi. Það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag FM 95 Blö. Hún er að vera með eitthvað sem 4 fengur Pésa inn og hann var feskur. Hendi 2 símtöl fyrir okkur, þökkum Gauta kjallaði fyrir komuna. Alltaf gott að fá Pésa inn. Já, það draga meira í símaklefann okkar. Já. En þetta var síðasti þáttur okkar fyrir páska. Við erum í páskafrí næsta föstudag. En Egill Einarsson var reyndar með stuðlaða þátt næsta föstudag. Egill, þú manst það Terminator 2 þýmið og Mortal Kombat þýmið. Þá er ég sáttu þig. Ég er búin að skrifa þetta niður og ég mun koma með þetta fyrir þig. Líka það bæði. 100% Annars vona ég bara allir eigi indislega páska. Hafið það gott, farið valega og gangið hægt með gleðina dyr. Drengir, hafið þið líka gott páskana. Takk og sömuleiðis. Við sjáumst hér eftir páska og við endum þetta á góðri vinkon okkar. Hún heitir Þórunn Antonía, íslenskt játak. Reynda syngur ensku í þessu lagi og ég skil ekki enn í dag af hverju þetta lag varð ekki heimsfrægt. Þetta er þetta mínum uppáls. Gleðilega páska. Heyrumst. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Nóa páskaeggjin voru að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius. Hæ, þetta er Sara í Uník. Stelpur, nýju snirtivörðunar okkar eru svo að slá í gegn. Komið og kíkja á úrvalið. Uník, Kringlunni og uník.is. Kíktu í heimsókn. Við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. 2 í takinu, 2 í tacoinu. Taco, Serrano, Fresh, Happy, Max. Þú vilt ekki fara fram úr okkur. Komdu og mátaðu þitt draumarum á verði fyrir þig. Dorma, láttu drauminn rætast. Nýjar vörur vikulega.